Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Sæl, verið velkomin í reynsluboltana. Hjá mér eru Viðar Eggertsson-leikari, Árni Guðmundsson félagsuppeldisfræðingur og Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur. Verið allir komin. Takk fyrir. Ég verð að fá leiðrétta þig aðeins, eða ekki leiðrétta heldur, ég er með nýjan starfstitil. Hann er öldungur. Já. Ég er eini öldungur Íslands, samkvæmt já.is. Mér finnst þetta svo fallegt orð, öldungur. Já. Og vinkonum mín spurði hvort að hún geti verið öldungur, þetta var svona kallkynsorð. Ég sagði, verð þú bara öldung? Ég held hún alltaf skráð sig sem öldung. Þá var hún ein með þann titil í já.is. Mér lágar svona upp að þáttaraðins að minnast aðeins á Helga Pétursson, Helga P. Og þetta byrja að segja þegar, við Kristín Helga, við fórum saman í ferðalag og þar var Helgi og konan hans og fleiri fóru til Helsingi og það var mörg ár síðan. Þú gefst mér barn þetta var, það var gott fyrir því að rekna hvað þetta er mörg ár síðan. Já, þar er við 30 ár. Nei, hvaða barn var það? Ég man það ekki. En ég man að við vorum að elta Þorstein Pálsson sem þá var forsætisráðherra og var með okkur var Bogi Ágústsson fyrir hönd flugleiða. Já, hann var upplýsingafulltrúi flugleiða þetta var. Í flugtakinu frá Keflavíkurflugvelli þá tók ég það ákvörðun, ég ætla aldrei að þykja neitt, ég gat ekki hoppað út, ég varð að fara með til Helsingi og ég sá alltaf eftir Á hvers vegum varst þú að fara? Ég var blaðamaður á DF. Og mér fannst þetta eitthvað, ég væri að gera eitthvað sem ég ætti ekki að gera, ég ætti bara að vera heima að skrifa eitthvað. Já, það er annar mál, en Helgi P, hann var hann og hann var bara, náttúrulega stjarna í okkar augum og svo var hann bara mjög skemmtileg ferðafélagi. Á hvers vegum var hann, varstu það? Var hann á vegum DF? Stöð 2 bara, 1919 eitthvað. Hann var, ég var hann fyrir Bylgjuna og hann fyrir Stöð 2 held ég. Já, ég held það. Að vísu fór ég líka einu sinni í ferð með Helga, þá var hann hjá samvinnuferð með Landsín. Þannig að hann kom nú við, en ég vann með honum á Stöð 2 og hann var bara einn af mínum allra uppáhalds samstarfsfélögum, alltaf glaður og kátur, jákvæður og lausnamiðaður og hugmyndaríkur, það var bara alltaf gaman að vera með Helga. Ég ætla að segja ykkur eina sögu, við vitum öll, hann var kosinn kyndokkafylsti maður ársins einhvern tíma fyrir langa löngu. Aftur og aftur, held ég. Já, hann hélt alltaf titlinum, en svo erum við að gantast með þetta, við erum að fara niður í bað og svona finnst bað og þegar við komum þarna þá er hérna stúdúskellingar með svampa og við lögðumst upp á bekkina og það er bara skrúbbuð okkur. Þetta var mjög gott eftir á en Þetta voru ekki sjálfboðaliðar, þetta voru starfsstúlkur. Já, við vorum í skýlum. Svo þegar að kemur Helga, þá segum við að þær hlutu að vera ánægð með þetta maður, kyndokkafylsti maður og við erum eitthvað hlæða þessu og gaman. Svo leggst hann á bekkinn og það fyrsta sem hann gera, það er klæðan úr skýlunni. Og hann hló svo mikið með að voru að þvonum að þetta var fínt augnablik. En við að þú náttúrulega þekktir hann mjög vel. Já, okkar leiðir lágu nú aðalega saman núna á síðari árum. Já. Því að alltaf ekki verið bara 2017 þegar ný lög almannatryggingar tóku gildi. Já. Þá var hann að skríða á eftirlaunaaldurinn. Já. Og hann verður svona einna forsvísmaður svona óþekka fólksins með eldri borgara. Það er að segja að það var svona baráttuhópur sem að tók sér til og kallaði sig gráa herinn. Helgi sagði við mig að ég ætti nafnið, hann hefði eins og hlust á Sprengisand og þá hefði ég sagt þá hlyti grái herinn að rísa upp og hann sagði, þú átti þetta nafn, takk fyrir það. Já, hann er sem bæði það að hann getur kannan með það hvað fólk gerir, ef kunni með því að gefa þér heiðurinn að þessu og hann sem þetta er svona forsvísmaður þessara baráttu eldra fólks fyrir bættum kjörum og þarna er sem komin í almannatryggingalög ellilífeyri
og þessi hópur fannst nú eiginlega svolítið svona tekjutengingarnar og skarpar við lífeyrissjóðstekjur og óttuðust það að þetta yrði hert enn meira að sem reynda gerðist því að það var svona frítekjumark sem var 25.000 krónur og síðan byrjuðu skerðingar og þessi krónutala hélst nú eiginlega fram á dauðadaga Helga í 8 ár var þetta óbreytt krónutala sem var þetta kjara skerðing en hann sem stóð fyrir þessum hópi og fékk til liðs við sig baráttuglatt fólk, þetta var svona órólega deildin innan félags eldri borgara í Reykjavík og svo gerðist það og hann var svolítið að fá mig til liðs og fékk mig þarna sem verkefnastjóra á tímabili og svo fór ég að vinna fyrir Landssamband eldri borgara og það svona tímabundin kosning formanns hverju sinni og þegar ég kem þar til starfa 2019 þá seinna tímabil Þórunnar Sveinbjarnardóttur að fara að ljúka og Helgi gefur kost á sér þarna snemma ást 2021 og ég var með honum þarna, ég var skrifstofustjóri Landssambandsins í 3 ár af tíma Helga og ég vissi af þessum veikindum sem síðan drógu hann til dauða og hann var að glíma við þetta en lét á mjög litlu bera og svona þetta kannski alveg harmonera við það sem Kristín Helga sagði áðan að hann raun og veru var bara á bjartsýninni og gleðinni og við vissum og fæstir vissu sem voru með honum hvað bjátaði á og maður fann stundum auðvitað hann beygði aðeins af en hélt síðan áfram og það var bjartsýnin og gleðin sem hélt honum lengi það var einstaklega ánægilegt að vinna með honum en þetta auðvitað hann lifði í þessum skugga þessa sem var að fara hann bauð mér heim og hann var og byrjaði að mála myndir mikið já, hann var að byrja að mála myndir hann náttúrulega, svo þeim við sveitungar í Garðabæ og þá fór hann að vasast í pólitíkinni og ég var náttúrulega búin að vera í borgarpólitíkinni hann var borgarfulltrúi á sínum tíma en síðan fórum við saman í kosningabandalag til að fella íhaldi í Garðabæ það tókst ekki nei, það mun takast það mátti reyna það var nú skemmtilegt samstarf og alltaf gleði ég kynntist honum aldrei nema í gegnum mitt annað lífið tónlist ég semst bassaleikari í þekktasta óþekkta bandinu í Íslandi Gleðisveitinni Blues og byrjaði mjög snemma að daðra við tónlistargiðuna og þá var Ríó tríóðu þetta mikil fyrirmynd þannig að maður kunni í gamla daga þá kunni maður að stramma allar Ríó tríókatalógin þá til Gunnar Þórðarsson fór að skipta sér þá flæktu smálinn örlítið já, þá var byrjað að sýta fleiri hljóma og svona ýmislegt en auðvitað var þetta góð músík en ótrúlega áhrif sem og gleði sem Ríó-tríó hefur komið mér fannst svo gaman ég var einhvern veginn að spyrja því að Helgi var til stundu því þegar það var formið Landssambandsins og var svona í sambandi við aðildafélög eldri borgara út all land og það var oftast fyrsta spurningi sem hann fékk þegar hann tilkynnti komu sína hvort hann myndi koma með gítarinn með sér og ég sagði við Helga spilaði þú tíman á gítar hann sagði nei, ég var á bassa og ég kunni ekkert á bassa ég var bara látið á þetta í hendurnar og ég var bara að spila á hann og svo bara spilaði hann á bassa og þess að kunna á bassa hann var þetta alveg ágætur á bassa kelli en ótrúlega magna hvað þeir gefa mikla músík og hvað þetta sterkt innslag í íslenska menningu, hvað þetta ríkur partur af þjóðarsálni hann sagði mér, þetta tími til að segja margar sögur en hann sagði mér svona frá því hvernig hann kynntist Jónas í Friðrik Guðnasyni að þá kom hann heim til foreldra sinna og þar var blaðið Samvinnan og hann fyrir eitthvað að fletta og þá sér hann ljóð hann Tár í tómið og hvaða maður þetta til að svo hringdi hann í hann bara og til að fá að syngja þetta og þá spurði hinn bara viltu ekki gera meira og þá komu öll þessi frábæru texta sem áttu svo vel við húmórin sem var í Ríó-tríóinu og þá mest í Helga hálfkæringur þessi létti hálfkæringur og þessi djúpi texti mér fannst alltaf lægið fjörugt með hvað þetta er djúpur og fallegu texti og alveg ótrúlega fallegt mikill snillingur hann réð mig á Stöð 2
Hann réð mig á Stöð 2. Já, það var hann sem hringdi í mig. Hann réði Gunnar Smára í blaðamennsku þegar hann var ritstjóri á MT eða Tímon með hann var ritstjóri þar á öðru blaðinu í manni hvort það var og þá réði hann Gunnar Smára í blaðamennsku. Það var uppæðið hans, það var hjá Helga P. Já, Helgi var alltaf vaktinni, hann var alltaf að kikki kringu sig og fylgjast með og svona, kom svo víða við og... Já. Þetta var stjarna í svona úlingsárunum mínum og svona þegar ég var yngri. Þetta var þessi textar sem voru sungu þetta svo vel og fóru vel með þetta. Já. En Jónas Guðni var náttúrulega stór partur af þessu. Textanir hans. Ólafur Þórðar heitir. Það var mikið sjónarsviptur af honum. Já, svakaður. En svo var Helgi alltaf stjarna. Hann var kannski mest í tónlistarmaðurinn af þeim. Já. En Helgi syrði hann alltaf mjög mikið. Já. En Helgi var alltaf stjarna, fannst mér bara, hann var stjarna í Ríó og náttúrulega allar stelpur aðeins eldri en ég brjálar svo skotnar í honum og síðan var hann stjarna með Völu í 1919 og einhvern veginn allstað þar sem hann kom þar svona hefði hann lagaði að láta alla skína en hélt í þræðina og keyrði gleðina áfram. Ekki með neinu látum sko, bara fallega. Með bjartsýnin á gleðina. Já. Sem náttúrulega minn sönnu verðmæti. Já, ég mun alltaf minnast hans bara þessari bjartsýni og gleði. Já, ég líka. Heiminn munar svona fólk. Herði, já, krakkar, hvað Evrópusambandið, það að leika okkur grátt? Ekki að taka upp eitthvað léttara hel, eða ekki? Það ekkert að fara. Nei, við fengum löðrung. Já, það ágætt. Hvað eignahaldið þarna? Og þessu tísins dæmi. Svo erfitt það sko. Það erfitt að spá í þetta. En nú Sigurður Ingi setja hefna sín sko. Það fannst mér að dálítið fyndi að því að hann nú kallar Siggi Svana skitta á mínu heimili að því hann leggur til að það er eitthvað frumvarp í gangi frá honum og vinum hans að byrja að skjóta svani að þeir séu fyrir á túnum hjá bændum. En allavega þá leggur hann þetta til þarna að við svörum í sömu mynd og það minnir mig á gamlan brandara. Það var munni eftir músinni, það var músahópur sem var á ferð og það var fíll sem steig á inn og drap hana og hinnir sem eftir lifði á hvað hefna sín á fílnum og eitt þeirra Emil læra að klifra upp á fílinn og komin upp á hálsinn og þá hrópa allir Emil Kjartan og mér fannst þetta vera svolítið þannig. Það er enginn að fara að taka eftir því að við gerum nokkuð skapaðan hlut. Þannig að það er ekki að fara að koma neinum í kollnum okkur sjálfum. Mér fannst nú svolítið gott sem amerísku diplomat sagði við okkur einhvern tímann. Það var nú í tengslu við Trump en líka þessir viðsjálfveru tímar sem við lifum, það eru brjálæðingar á forsetastólum mjög víða, bara sturluð gamalmenni og ekki öldungar, þetta bara sturluð gamalmenni og það var einhver bandarískur diplomat sem sagði bara líka út af þessari rosalega hægri slagsíðu í Evrópusambandinu og þeim öflum sem þar stýra sem eru ekkert kannski endilega akkurat þau öfl sem ættu að vera yfir og allt umkring í svona sósíaldemokrátískri Evrópu. Þannig að hann sagði svona pínu lítið kríli eins og Ísland sem við erum alltaf bara þorp í Þýskalandi sko, við erum svo fá, við látum alltaf eins og við sem alvöru land en við eigum bara að vera undir radar núna og helst passa enginn taki eftir okkur, fara bara í grákápuna og sita aftast. Ég man eftir þess að þetta hefði verið í heimildinni í fyrra og þetta var mjög eftirtektarvert sko, þetta var þegar að Trump bara ásælast Grænland að það sem við skildum bara ekkert minna á okkur þarna sem erum þarna í ratarnum frá Grænlandi ef hann skildi bara en verður ekki til þess, ég held að verður til þess að sko að vera svona meiri skautun í þessari Evrópumræðu þeir sem eru á móti Evrópusambandinu þeir noti þetta alveg í botn sko yfir það hvað Evrópusambandið sé von aðri munu svona að reyna að koma einhverjum skýringum að þetta sé nú ekki alvont og allt þetta þannig ég held að það skerpist svo umræða skerpist og þeir sem eru hlindir Evrópusambandinu einmitt nota þetta og segja við eigum að vera þar við borðið en ekki einhvers staðar fram á
gangi og býð eftir svörum, sko. Ég langar svo að stofna vestnorræna lýðræðisbandalagið sem bara Kanada, Ísland, Grænland og Færeyjar og helst eitthvað að breyta veldinu, Skotar, og kannski bara þarna Samalandi. Já, þess vegna, sko. Það sem næri við bæði Noreg og Svíþjóð og Finnland. Eða endur við ekki bara Kalmarsambandi. Kalmarsambandi, já. Kristína Helgu-sambandi. Ég get verið drottning þar. Við erum ekki láta alveg svo bestýr út af þessu, þetta Nei, ég held að þetta bara anda í kviðin og dagsrólega. Ég er samt svolítið áhugavert að skoða þessu stóriðju á Íslandi sem verið að verja. Ég meina, hvers vara peningarnir sem þau afla? Í hvaða aflánsfélög eru það? Hvar eignarhaldið? Og meina, stóriðju á Íslandi mörg hver í eigu einhverja stór fyrirtæki út í heimi sem og útibúið Íslandi alltaf stór skuldut við höfustöðarna, þannig að það skilar svo sem einhver arði hingað í Íslands samfélag. Þetta er bara vinnubúði fyrir fólk og jafnvel fyrir innflutt vinnuafl sem nýtur lágmarksréttinda á Íslandi sem að færa vinna eða vill og getur unnið á þessum stöðum. Við skulum bara held í andon í kviðinu og skoða líka bara í eigin barm. Hvar erum við stödd í atvinnustefnu, hvar erum við stödd í sambandi við stóriðju og náttúruvernd og svo framvegis. Líka þegar skatt ekki skatta það sem að verðmætt verið til, það náttúrulega hræðilegt, sko. Í raun og veru þá erum við náttúrulega bara komin í einhvers konar nýlendu. Við erum raun og veru að hluta til eins og nýlenda að þessu leyti, vegna þess að þessi erlendu fyrirtæki sem að halda þessum útibúi sínu hér sem eru alltaf í skuld við móðurfyrirtæki. Þetta er bara eins og hækkun í hafið, þetta er bara svipað að vera á forðum þegar innflytjendur eða heilsarar hér áttu fyrirtæki úti sem keyptu vöruna og hækkuna svo áður en hún fór yfir hafið til Íslands. Þetta er sambærileg. Hækkun í hafið? Já, þetta er hækkun í hafið. Heldur betur. Indriði Þorláksson er búinn að vera að skrifa ansi áhugaverðar greinar og hagfræðingur og fyrrverandi skattstjóri að einmitt þetta að þessi risafyrirtæki, það eina sem þau skila inn í land er greiðsla fyrir raforku og laun fyrir þessa starfsmenn. Öðru leyti fyrir allur hagnaður úr landi og hann hefur verið að benda á það að þessi við verðum að eiga stóru fyrirtækin og orkufyrirtækin okkar. Það er bara krúsjál fyrir íslenskt samfélag og ég held það séu svo mikil tækifæri. Það er líka svolítið erfitt að þessi öll S-samtökin innar og allir þessir lobbyistar og ofurlaunir sem hafa aðgang alveg stöðugt að öllum fjölmiðlum og allstað og líka sem verra er bara beinan og greiðan aðgang að öllum stjórnmálamönnum að þetta fólk byrjar að rópa og barma sér leið og þessi fyrirtæki missa einhvern spónur aski og leið og við kannski verið að ræða það að þetta er kannski tækifæri fyrir þjóðina til að breyta aðeins atvinnustefnu og við þurfum að fara að huga miklu meira matvælaframleiðslu og endurskoða og stokka alveg upp hvernig bara við hugsum landbúnað og ég var til dæmis á loftslagsdeginum á ráðstefnu í Hörpu hjá Orku- og umhverfisstofnun þar sem að þetta var mikið til umræðu, þetta kemur alltaf upp matvælaframleiðslu á Íslandi og það er einhvern veginn heit kartafla sem má ekki tala en við getum verið með stóriðju ylrækt með allt þetta rafmagn og það er raunhæfur möguleiki og það er þessi sturlun hún er svo ósjálfbær og óumhverfisvæn öll þessi álframleiðsla í þessu landi. Ég held líka, framhald af því sem við vorum að tala bæði að bara að því útgangspunkturinn er þessi afgreiðsla ESB við ætlum einmitt að staldra einmitt við núna og taka allt þetta til umhugsunar. Þetta er akkurat það sem við eigum að ræða núna. Beinir framhald af þessu ég upplýði þarna álverðskostningarnir í Hafnarfirði sem var eins og Svessnu, það var bara eins og bæjarkostningar í öðru veldi.
eins og við fengum sendan bó í alumíniumpappír, allir hafnfirðingar og svo var hringt í mann 5 sinnum eða 6 sinnum einhverjir starfsmenn og vakt og eitthvað svona og þetta gekk allt út af það íbúar myndu sem veita brautagengi einhvers konar stækkun á álverinu sem betur var nú ekki en þá fór maður að hugsa peningarnir og aflið og völdin sem að fólk næsir í samfélaginu með þessu að þetta eiginlega bara beinlínislega hættulegt lýðræðinu getur raunverulega keypt. Í þessu tilfelli tókst það sem betur fer ekki af því ég held að til dæmis álverið í Straumsvík hefur þó það veitir mörgum vinnu að þá eru margar svona sögur í tengslu álverið að fólk hefur verið sagt upp sem eru þetta kannski berast haffiska umhverfið. Það bara mennur settur út í leigubíl og sagt upp störfum svona eins og þetta var einu sinni Þetta spyrst holdi út en ég held í raun og veru þegar að verið að fást einhvers konar gæði, skiptingu af gæðunum, þá bara þetta fólk með svo mikið kapital að bara svæsnasta stjórnmálasamtök og jafnvel innlend hagsmunasamtök hafa ekki nándanarins mikið fjármagn til þess að hafa áhrif. Og það dálítið umhugsunarvert bara upp á lýðræði sem slíkt. Akkurat. Svona ruðningsáhrif af þessu. Algjörlega. Já, þeir geta sem sagt rutt mörgum hindrunum og vegi bara kapitalinu. Það sem skýður þetta hafnaður, þannig bara fullt af fólki á launum, öll kvöld og allar helgar að hringi í fólk og reyna að fá allir að kjósa með álverinu, starfsmenn álversins. Þetta endaði nú með einhverju kæru til persónuverndar minni mig. En þetta var mjög sérstakt að upplifa þetta því að það mjög gaman að upplifa kosningar sem fólk að rembast við að takast á lýðræðislegum forsendum og stefnum samfélagsins. Þegar fyrirtækin eru komin beint inn í þetta, þá getur maður líka að fara að hugsa þengsl þeirra afla sem að hagsmuni í samfélaginu við stjórnmálin. En þetta náttúrulega það sem við erum í náttúruverndina því ég nú í stjórn landverndar að þetta akkurat það sem við erum að glíma við alla daga að við erum bara samtök í bara almannasamtök mjög sem sagt bara félítil almannasamtök í eigin tíma og ástríðu að í raun og veru berjast við ofurefli því að þetta allt stórfyrirtæki sem að hjóla í náttúruperlurnar okkar og einhvern veginn að hanna landslæð algjörlega bara Það að tala núna væntanlegt hótel við Jökulsárlóni? Ég að tala svo margt. Það spjótin standa á íslenskri náttúru öllum áttum. Það eru náttúrulega bara raforkuver í landi sem með umfram raforku núna. Það eru vatnsorkuver, það eru vindorkuver teiknuð allt land. Það eru náttúrulega þessi baðlón, ég held þessi 16 baðlón á teiknuborðinu og þeir eru öll orðin 11 sem eru veruleiki 16 allt held ég sem eru á teikniborðinu og allt onni í náttúruperlum og svo öll þessi orkuver og svo flutningur á fjöllum úr landi, þú veist, þetta alltaf svo stórum skala og þetta allt risafyrirtæki, erlend risafyrirtæki sem eru síðan með einhverja lobbyista hlaupa fyrir sig á ofurlaunum og náttúruverndin algjörlega mjög mikið af þeim sem mæta. Allir fyrirðist útfullir af kvíum, fiskildiskvíum. Já. Ég sá litla frétti að það er eitthvað lítið fyrirtæki Tálknafirði sem er vinna leður úr fiskróði og laxaróði og Puma, stórfyrirtækið það einhverju þar heyrir að þessu og þeir kaupa fullt af manninum af þessu laxarleður og þeir eru búin að framleiða skó úr þessu bara konar markað bara ekki aðeins að það er bara ekki til og mikið en það er samt það er bara, ég sá mynda skónum þetta er bara íþróttaskór sem er úr leðri, laxaróðuleðri þá er að málið Þarna fyrir utan Tálknafjörð er sjókvíar allt. Það þarf að flytja þetta inn frá Danmörku. Það þarf að flytja þetta inn frá Danmörku. Til að vinna þetta. Já, þetta kemur á móti í flutningavíl sem mætir þá hinum en vegna þess að laxarnir þarna sem þeir eru að framleiða þeir eru seldir alltaf bara heilir ekkert búið að róðfletta á henni þannig að hann fær ekki róð þrátt fyrir 100 kvíar eða eitthvað í nágrenninu þá kemur hann frá Danmörku við finnst þetta svo geggjað eitthvað
Ég panta mér aldrei lax á veitingahúsi, ég treysti ekki. Nei, ekki heldur. Hvaða lax það og ég bara raunverulega hættur að borða lax. Ég bara, mjög margir. Per ekki fyrir mína varir, ég treysti ekki þeim sem að selja lax, að þeir segja mér satt, hvaðan hann kemur. Og ég bara missi matarlistina. Tekur ekki sérin. Nei. Svo getum við að fara hérna, ég er með sumarbústað á Suðurlandinu, sko, ég fer stundum við Hellu, fiskibúðina þar, það getur feikið veittan lax úr rangunni. Og þú sér þeir að vera veiða. Já, það er alveg orginal, þannig að það sko. Vegna þess að hitt er orðið bara eitthvað staðla, þetta er allt saman fóðrið, þetta er svakalegt. Ég stoppaði einhvern tíman á Staðarskála eða einhver svona vegarsjoppu, gleymið ég ekki. Og þar var til soðibrauð og alltaf þegar ég ber út fyrir land, steinana Reykjavík og út á land, þá langar mér alltaf í soðibrauð, það minnir mér alltaf á Akureyri. Og soðibrauð bara til Akureyri og ég gæti ekki hamið mig, ég var á leiðinni til Akureyri. Og fyrst ég var komin út fyrir bæjarmörkin, þá sá ég soðibrauð í þessari vegasjoppu og hún var með laxi. Hvílíka miðbjóð hef ég aldrei á ævi minni borðað því að þetta held ég hafi örugglega verið skemmdur og ónýtur eldislax. Lúsalax. Lúsalax, þetta var slíkt óbragð að ég hugsaði bara við að nú stoppar þú að borða lax. Bara alveg. Það var ekki líka verið að tala um að hluta þessu fyrir alls konar dýrafóður, sko, kannski er ekki alveg skýrmarkur þar á milli hvað það sitt á markað. Grænmeti sem við fáum frá útlöndum með mikið til dýrafóður. Þetta er líka svo stór fyrirtæki, eigendur þessi norsku aðilar sem eiga hérna fyrir vestan. Þetta er svo risastórt batteri og er í svo mörgu öðru út allan heim og mér fannst eitthvað svo póetískt og hérna hann er nú verið að tala með hann Ögmundur Jónasson fleiri að sko þessi risafyrirtæki sem koma hér inn og kaupa upp heilu firðina, þeir eru enga hagsmuni á staðnum, þeim er ekkert annt þessi samfélög, þeim er alveg sama hvað verður þetta fólk. Þannig að það er svo mikilvægt að við missum ekki eigendarsambandið. Samfélögin missi ekki eigendarsambandið og mér fannst eitthvað svo algjörlega póetískt, ég man hvort það var fyrir hitti fyrir póetískt, að sonur þessa mógúl sem á þetta laxa, þessa samsteypu, að hann er einhvers konar sýningapiltur í New York borg og hann mætir í frægan galadinner á Manhattan sem er mjög þekktur dinner sem allir mæti í búning og þemað var ævintýrið og hann mætti sem laxakongur. Þið veitir, þetta er eins og í Grímsæventýrum. Þetta er bara algjörlega eins og í æventýrunum. Þetta er eigandi hérna kannski jársambandi það var líka undarlega í þeim málum sko, hvernig að allt í einu eru bara allir fyrir því fullir af þessu. Það er sko regluverkið langt á eftir og það er allir þessi lobbyismi í kringum þetta, þetta er aldrei sérstætt sko, hvernig þetta hefur bara allt í einu bara orð. Já, og sá sem ætlar að keyra þetta í gegn á fyrir austan, gegn vilja meirihluta íbúa á Seyðisfirði, hann kemur sér í að vera varaformaður í flokknum og er ekki, og bara inn á þing og þetta er svo berskjaldað, það er ekki eins og þetta er grímulaust hagsmuna. Hann notar ræðustól Alþingis og vald sitt inn á Alþingi til að keyra þessi mál áfram. Hann misnotar aðstöðu sína. Hann var mjög harður í veiðigjaldaumræðinni. Já, mjög sko. Já, hann er bara að vinna fyrir sig og sína. Sem er náttúrulega orðið undarlega sko, hvað þetta er orðið sko grímulaust. Bara algjörlega. Alveg, bara fyrir opnum tjöldum. En náttúrulega sérstök umræð, mér dætti ég hlusta einhvern á það var sko Bortinnsdeildin og Vopnafirði sem er nú fallegasti bær fjörður landsins. Hann fær að hausi, deildin bara í lög niður eða kemur smá veiðigjöld á þetta. Þannig að umræðan var komin alveg sko út úr öllu kortum og kallir þetta einhverja lýðræðislega umræðu sko. Það var auðvitað. Núna var að vera að slátra fyrstu lögsunum held ég í sko landeldinu í Vestmannaeyjum sem að Sigurjón Óskarsson hann fyrir skipstjóra Þórunni Sveinsdóttur útgerðarmaður og hans fjölskylda seldu og settu peninga í þetta landeldi. Erum við ekki jákvæðari fyrir því? Jú, ég er ekki bara að borða neitt, ég borða bara til lags. Ég bara borða þetta. Tekur í sjönsinn. Já, tekur í sjönsinn. Við erum bara að hellu.
Það er bara ekki lax. Eða kaupa bara eða þá bara ef menn hafa efni á því veiða sjálfur reyndar í sílungum miklu betur. Nei, ég held nú að landeldi sé svolítið annar handlegur sko. Það er ekki verið að menga bara, við verðum líka bara að fara að hugsa um hafið, hvernig við umgöngust hafið. Við þessu gríðalegt vassmagn sem að þarf í þetta landeldi, en ég held að þetta sé bara mjög flott fyrirtæki þarna út í Eyjum sko, sem að maður hefur heyrt allavega. Það er að nota sjó eitthvað. Það nota sjó. Allan að þessi samir eru að gera á Reykjanesi, það er að nota heitan sjó. Já, þeir verða auðvitað að gera það í Eyjum, þeir ekki. ekki. Já, þeir ekki með vass. Ég þið getur bara ímyndað okkur sko, allar þessar kvíar sko, allt sem fer frá þeim í hafi beint sko, þetta er náttúrulega bara eins og fyrir 30-40 ára þegar það var að brúa opið skólpræsið sko, sem slík. Verður að tala þá landkvína í Vestmannaeyjum sem fer í hafið? Ég er að segja bara til dæmis hérna í sjónum sko. Já, og líka þá hitt. Já, þú getur náttúrulega kontrollera það betur allt saman, allt svoleiðis. Það er þá inn í Töngholum. Já, ég held að fara á hausinn að því ég borði ekki lax. Já, það gæti verið. Þetta er ekki business. Þú hafið ári á svo marga með þetta. Veitir þá viðskipta þvingun. Ég er áhrifavaldur í að borða ekki lax. Ég fylgir svolítið með þinginu. Þetta er einhver, síðan var þingfréttamaður, það reynda var að byrja ráðsáður. En sko, viðbröðin sko núna voru mjög sérstök. En svona Kristrún forsætisráðherra, hún er yfirvegaðri. Hún talar ekki bara sko leggja og berja það og fara gagnagerðir og annað. En Sjálfstæðisflokkurinn og Guðrún Hafsteinsdóttir, þau eru svolítið hörð. Eða hvað, hlærir það þig? Já. Er það ekki bara svona til að nú er sitt einhverja stöðu? Af hverju fekk, bara fyrirgefið sko, þegar Guðrún Hafsteinsdóttir opna munnin þá fæði tjánarhóll. Hún er með slíkum yfirlýsingu sem hún er. Mér finnst hún Þórdís Kolbrún Gylfadóttir Reykfjörð sko, og svo yfirveguð og svo bara raunum veru sko einn áheyrilegasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þetta harmleikur að Sjálfstæðisflokkurinn skildi ekki gera hana bara ekki að formanni. En þetta Sjálfstæðisflokkurinn? Ég veit að Kristín Helga er ekki sammála mér. Nei, mér finnst þið bara allir vera að rógast með leiðilegan og ljótan málstað, þannig að ég held að það sé alltaf það sem þvælist. En við setjum alltaf upp í menn Sjálfstæðisflokkur, alltaf verðum menn að ég lifi. Er hann samt ekki að hverfa? Jú, hverfum með leið og ég hverf. Er hann sko eitt flokkur? En þá vil ég frekar var skári formann heldur en illskári. En ég upplifi þetta þannig sko, ég upplifi Sjálfstæðisflokkin ekki sem flokk. Ég sé þetta svona einhverja fylkingar af fólki sko. Þessir eru þessu, þessir eru hinn og það er öll þessi gömlu gildi. Það var að koma út bara ámerkileg saga Braga Fríðrikssonar, ævisaga Braga Fríðrikssonar. Svona skerir þá sögur Hrannar Bragi, mjög frambærileg bók. Hann er sjálfstæðismaður í Garðabænum, sko Hrannar, og hann er svona, er með arfleik Gunnars Thoroddsen sem var svona meira félagsmáladassi í honum. Þá fór ég að hugsa, getur svona sjálfstæðismaður hitt sjálfstæðismaður sem er í fiskheldinu bara alveg eða í þýdæmi. Þannig að sko sjálfstæðisflokkurinn er kannski 3-4 flokkar, þess vegna er þetta svona tætingslegt eitthvað sko. Ég sé enga samfélag. Ólíkir hagsmunir. Já, margir hagsmunahópar. Margir hagsmunahópar sem eru líka ósammála þá, hvert á að fara. Ég held þetta sé ekki flokknar en það. Svo er þetta ekki þessi flokkur sem að maður kannski ólst upp við stétt með stétt og það voru allt önnur gildi í gangi í þessum flokki þegar sko við erum krakkar. Reyndar sko Styrmir heiti Gunnarsson, hann skrifaði bækur og þar á meðal samskipti Mokkans og Sjálfstæðisflokksins og þetta var ekkert eðlilegt sko. Nei. Þetta var ekkert eðlilegt sko. Eitt dæmi að þá var ríkisstjórnin í ráðherrabústaði með eitthvað leyndarmál og þetta mátti ekki leka út og þá hringja þeir í Styrmi og Matthías og boðaði áreiðandi fund og þeir konir að vera bústað svona svolítið rognir sko og þeim er sagt alveg hvert málið er það má bara ekki segja frá þessu. Þeir gengur stundið það. En til hvers voru þeir að segja frá því? Já. Til hvers var verið að segja frá því að það mátti ekki segja frá því?
Nei, til að tryggja það gerði það ekki. Það gerði það ekki, já. Það var gjarnan sagt að blaðamenn Morgunblaðsins sætu þingflokksfundi. Já, það var alltaf órjúanlegt samband þarna á milli. Þetta með stétt. Við gleyptum við þessu þegar við vorum ungir á síðustu öld. Já, afar okkar. Og afar okkar og þannig gátu þau fengið verkakonuna móður mína einstæðu til þess að kjósa sig. Af því hún trúði þessu að þetta væri fólk sem ætti að líta upp til og væri að standa með sér og fengið að drekka kaffi á 4 ára resti á kosningaskristofu. Og svo eftir söguna meir, en við trúum þessu ekki lengur. Það þýðir ekkert að nota og þó Guðrún Hafsteinsdóttir eini núna að boða að fara aftur í ræturnar eða hvað hún kallar það. Nei, ég held að finna ekki þessi rætur, þau er löngun hún kallar það stétt með stétt, sé það. Og það bara hefur engin áhuga á því. Og hlætur ekki blekkja sig. Frjálshyggjan er náttúrulega í öndunarvél, og það er náttúrulega menntakerfi sem business, heilbrigðiskerfi sem business, allt sem business, húsnæðismál sem business. Það er bara búið að sýna sig að það bara virkar ekki. Við erum með fullt af ungu fólki, ég vinn á Háskóla Íslands og umgeist mikið ungu fólki. Það er fólk sem er vinnandi alveg út í eitt og næri ekki að koma þaki yfir höfuð. Það er búið business og allt, þegar að heilsa fólks. Þegar aðstöða fólks allavega verið einhver business þá gengur upp og það held ég Sjálfstæðisflokksins sé algjörlega fastur í. Og það er líka svo merkilegt öll gagnrýni Sjálfstæðisflokksins á núverandi stjórn sem tók við áramóti síðustu gengur út á það hvað allt sé í skralli sem fór í skrall vegna þess hvað þau gerðu síðustu áratugi og það er eina sem geta gagnrýnt að þau gagnrýna ríkisstjórnina núna fyrir það sem þau sjálf gerðu. Þetta er þetta mjög hjákátlegt að hlusta þetta, lesa þetta, að þetta er alltaf afleiðingar af stefnu Sjálfstæðisflokksins síðustu áratug. Svo vísaði hlutverki. Hann gerir mjög mikið af þessu. En það ræðir hann ekki við plasttappa á flösku eins og hvert annað grunnskólabarn. En svo hefur þessi flokkur mist svo mikið hlutverkið og ekki fundið sér nýtt hlutverk. Að þú setja upp með þetta sem þau gerðu. Já, og líka bara miðflokkurinn verður til og tekur öfgahægrið. Tekur alla bara klausturdóna og bara ætleir alla sem eru öfgamein við hægrið og síðan erum við komið með hófsama hægriflokka, Viðreisn og auðvitað hægri krataflokk. Þannig að það er ekkert hlutverk fyrir þennan litla Sjálfstæðisflokk lengur. Sennilega Viðreisn bara nýju Sjálfstæðisflokkun, ég held að það sé ekki flóknar það. Það er bara hann er að taka þeir eru með margt af þessu gamla sem Sjálfstæðisflokkurinn var með og bara nútímalegri og flókistafni sem er ekki slemt og á ekki þessa hörmungasögu þessa blóðugu hörmungasögu sem að Sjálfstæðisflokkurinn ef hann alltaf að fara í ræturnar þá þarf hann að afhjúpa raunum veru hvað það var sem grassaði þar allan tíman meðan var raunverulegu valdaflokkur og það er kannski ekkert gott að taka og rífa ofan af þeim sárum. Nei. Og svo líka þetta vera bara í svona ábóðlegri frjálshyggju stefnu Sjálfstæðisflokksins í staðinn fyrir að vera með félagshyggju einhvers konar eða félagslyndi að þá var alveg farið út í Og það er líka að þetta eru svo sterkir hagsmunahópar þeir eru minnst að komnir inn á þing fulltrúar sterkra hagsmunafla eins og varaformaður Sjálfstæðisflokksins sem er bara í beinu hagsmunapoti og ég man þegar ég satt þess að örfáu vikur inn á Alþingi sem varaþingmaður þá kom inn varaþingmaður frá Sjálfstæðisflokknum og úr landsbyggðarkjördæmi og hún hélt sína jómfrúræðu sem að venlega er í svona störð þingsins sem hún getur talað frá eigin hjarta. Mér fannst eftirlegast í dagskrárliðinu því að það gæti fólk talað eitthvað sem skipti máli. Það sem að hún valdi að tala sem skipti máli var að hún fann svo æðislegt persónulega að ég væri komin inn á þingið og ég lít á hlutverk mitt að berjast fyrir bara mitt kjördæmi. Ef ég hefði farið inn á þing og sagt ég er svo ánægður með að vera komin inn á þing að ég Viðar finnst þetta svo æðislegt að standa hér og ég lít á hlutverk mitt að berjast bara fyrir Reykjavík. Það er allt orðið brjálað. Það má ekki segja það. En það má heldur ekki í mínum augum segja ég er bara komin inn á þing til að berjast fyrir mína hagsmuni og minn pámannu búblu
það bara og ég bara hreinlega lappaði til konunar og bentina á þetta, mér finnst þetta bara raunum er út í bara þjónustu almennings sem alþingismaður, hún bara horfði á mig stórum augum og skildi eftir hvað ég var að tala getur það verið að fólk telli sig var ríkari skildur við einhvers konar fyrirtæki heldur en fólki og það sem ég finnst verið að gerast núna allavega augljósara kannski að maður fylgist betur með þetta svona smá reynsla af þinginu þá finnst mér einhvern veginn augljósara að það er fólkinn á þingi sem blygðunarlaust gengur fram fyrir skjöldu að verja hagsmuni þröngra hópa sem að það sjálft tilheyrir. Það var tilsett þegar sagt hvalur í þingsal þá var okkar maður í Reykjanesskutami komin upp í pontu bara 15 sekúndur seinna. Ég held líka að í efnahagshruninu við sem svolítið alltaf súpa segja því að það var ekki almennilegt pólitískt uppgjör hjá til dæmis Sjálfstæðisflokknum. Hann bara hélt áfram. Þar sem að í raun og veru hefði hann þurft bara að leggja sig niður og byrja upp á nýtt. Af því allt sá bremsuleysi sportbíl sem þeir kerðu að hann fór út af. Þannig að mér fannst það vanta þess að sjálfspoetískt. Það ekki? Bremsulaus sportbíl. Sem fór út af, Þetta ekki sansir og sportbíl eins og já. Já, það hugmyndatengsl. Myndræðin hugmyndatengsl. En svona Framsóknarflokkurinn, þeir eru að leita formanni. Já, þeir eru svona tilvistakreppi líka svolítið. Þeir eru smá tilvistakreppi líka. En ekki mynd gott að fara svona botnin, það svo góð spyrna það bara. Ég held að það hefði bara gott að því, ég held að kannski bara átti sig á því. Þetta hefði Sjálfstæðisflokkur raunverulega þurft. Hann þurft að komast til alveg niður á botnin og þurfa að endurnýja sig. Hann reynda að koma niður úr gólfinu, það rekna enginn að þetta væri hægt. Það var niður í 80%. Það var ekki og Pírata fóru niður úr gólfinu. En ég var sérstaklega með Framsóknarflokki, því þar var til dæmis í mínum mannaflokki sem er velferðarmálin, þá allum sem Ásmundur Daða að gera mjög fín mál og Willum var mjög flottur heilbrigðisráðherra og þeir voru bara, því miður, ég sakna Ásmundar og þeirra að þingi, þeir voru alveg sanni, alveg ópólitískir í því leitinu, Ásmundur Daða, hann var alveg algjörlega inni í þessu velferðarmálum og barnaverndarmálum og öðru slíku, þannig að það var synd að missa hann af þinginu. Sigur Ingi kom hérna til okkar bræðra og þá voru að tala um kosninganóttina þegar hann bara alveg búinn á því undir morgun og svo Willum var inni svo detti Willum út og Sigur Ingi inn og hann sagði það að honum brá við þetta, hann vildi Willum á þing Ég held að það hefði verið miklu betra fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hann sagði það bara held ég að allir með ljóst að þetta var maður sá það líka bara í beinni hann rökk í kút þetta var, og það er mjög mikið að góðu fólki í Framsóknarflokknum og ég til dæmis bara Halla Hrund ég varð aðeins að taka hann út fyrir sig og hún eina baráttumanneskjan inn á Alþingi Íslendinga fyrir náttúrunni. Það bara engin annar þarna inni og hún stendur sig svo heti að ég veit að hún ekki alltaf að tala fyrir vinsældum innan sinna raða en hún nýtur æmeira bara virðingar út fyrir flokkin og það vinnur flokknum fylgi í sjálfu sér. Hún kannski sá þingmaður Framsóknar sem að vinna þingflokknum og Framsóknarflokknum mesta fylgi út í samfélaginu þannig að þeir eru bara að heyra hana fyrir það. En Framsóknarflokkurinn náttúrulega slást svolítið bændafylgið og sveitafylgið og landsbyggðina við miðflokkinn ég held að það sé líka það leikur líka tilvistar og líka þessi sárindi á milli þessara tveggja flokka þetta ekki enn uppgerð þeir eru ennþá að berast á barnaspjótum þó nú væri við orðbræð og annað Ég átta mig samt ekki á þessu mikla fylgi miðflokksins ég bara ég skil það þetta var náttúrulega gerð könnun meðan þeir voru strax eftir landsfundinu þá voru svona flugvellarsýningu Snorri var að formaður og mætti með barni sitt í pontu eða eitthvað og hann verið deilt á fyrir það hann var að deila á fyrir að myndi maður byrt frétt það sem hann segir að mynda á honum með barninu sem hann sjálfur tók með upp í pontu en lásuði pistilina Sivjar á Vísi í morgun þegar maður tala hæra bókið
Hægra bókin. Hægra bókið, já. Já, þeir eru orðnir fórnarlömbi núna. Fórnarlambsvæðing. Það má ekki tala þetta. Já, þetta vinstra bók sem er þetta ömurlegt. Nú hérna umgöðir sig og finna svo til hvernig þetta vinstra bók hefur hagað sér og nú eru þau í fórnarlambsvæðingu og það er ekki Black Lives Matter heldur White Lives Matter og þetta er alveg brilljant pistil hjá henni Siv sem er á vísi í dag. Já, hún er mjög góð greinandi hún Siv. Já, mjög flottu pistil. Ég upplifi ennþá ofbeldi að sjá þessa mennin á þingi. Já, þú heyrir það á þér. Ég get það alltaf. Þú getur ekki fyrirgefið klustersmálið. Nei. En svo má lega, ég er með annarfótinn í Svíþjóð í sambandi við starf og rannsóknir og annað slíkt og ég fer þar mjög víða Ég sá hérna þegar Sverigedemokratana sem eru bara nasistaflokkur sem eru núna komið með 16-17%. Einhvern veginn í Malmö og þá eru 90 löggur og 20 jólasveinar, þarna ekki jólasveinar, heldur einhverjir bara nasistar, bara Stöldur. Og þeir voru bara þarna með einhverja fundi og torgi og það var allt í kringum þetta. Síðan verður þessi hreyfing hún verður semst þannig að það er einhver 15-17% Svía sem kýs þetta og ég er ofta að reyna að segja að fólki sem ég vinn með sem er ekki að kjósa þetta fólk en það er bara svo fólk heyri ekki ef ég hlusta á þetta þá heyri ég bara þetta er bara gamli nazismin bara komin í jakkaföld hryllingur en þá fær mér að velta fyrir sig hvernig getur svona velferðarsamfélag komist í þessa vitleysu og því miður þessi viðhorfsdóldi komið hérna á Íslandi. Já, þetta er þessi einföldun á því að skoða stöðu sín í lífinu. Það er að finna einhvern blórabökkur sem auðvelt að stella skuldina og eins og þetta bara transmál, það er 0,06% af fólki er trans og ef að það sé sökudólgur í því að þér líður illa af því að þetta 0,06% af fólki er trans og það gerir lífi mitt ömurlegt og fólk trúir þessu. En það er svo þægilegt að finna blórabökkur, þetta er það sem Trump er búin að vera að gera, allir þessi popúlistar út allan heim er að gera og þetta er bara sem að Davíð Oddsson kallaði í gamla daga smjörklípu. Það er að beina augum að einhver staðar þannig að þú sjáir ekki viðbjóðin sem þú vilt koma af stað með. Svo ertu líka að tala inn í hópa sem hafa ekki sterkar öll í samfélaginu sem gerir þetta ennþá ömulegra. Já, og sem að hérna er ekki að pæla eins en pá svona instant lausnir. Alveg bara instant lausn, það er svo auðvelt að vera á móti transfólki, er svo auðvelt að vera á móti einhverjum örfáum innflytjendum. Það er auðvitað að vera á móti fólki sem er með slæðu og höfðinu. Til hvers að vera á móti öðru fólki? Hvað líðan er þetta? Það er eitt sem segir, það getur verið leið samfélagsins eins og innflytjendamál. Ef maður tekur til með mörg innflytjendakverfi, það er kannski, það ekki til Svíþjóð, það er kannski 50% af þeim sem býr í hverfinu er bara venjulegi Svíjar, bara ljósari með skegg og allt þetta. Og svo er þetta kannski 10 eða einhver þjóðabrót og ég meina Þjóðverja á ekki sameild með einhvern sem er Ungverjaland og öfugt, þetta er bara fólk sem býr í landinu og þetta er sett í eitt svona mengi og svo er talað í þetta mengi sem veit ekkert hvernig það á að svara en þetta getur líka verið leið samfélagsins til þess að þurfu ekki að tala eigin hluti. Það er rosalega fint að kenna ykkur en það maður ekki að tala eitthvað sem er innanlands og að þú fær ekki hvað sem er svar tilbaka og ég meina þegar við erum að tala eins og í Svíþjóð með innflytjendur að þá er þjóðerni ekki aðalatrið í þeim hópum sem er vandamál. Það er atvinnuleysi, það er menntunarleysi, það er sjúkdómar, það er alls konar atrið sem koma langt á undan því hvað hún kemur. Þannig að ég held að þetta er svo þægilegt út í pólitík og allar á vinsæll, talaðu þannig að þú færð ekki svör tilbaka. Þú bara hendur ykkur út og þú veist að það er ekki eitthvað fólk frá Súdan sem fer að elta einhverja kalla í miðflóknum sem bara segja eitthvað illt innflytjendur. Búið til sameiginlegan óvinn. Já, líka bara þetta er hópur sem er ekki með eina rödd af því að samfélagið er margbreytilegt og margbreytileikin er fallegur. Þú veist, þannig að þú ert alltaf að tala við fólk sem veit ekki að vera ávarpa og þetta er auðvitað afsökun, ef þú gerir þetta þá fóðu fullt af peningum í tannlækni, eldra borgara eða hvaða menn vilja nota einhverja meinta peninga í. Þannig að þetta er svona leið samfélagsins til að segja, þú veist, við viljum ekki tala um þessi raunverulega mál sem þeir að tala um. Ég finnst sorglegt eins og þegar fólk í veikri stöðu fyrir að ráðast á annað fólk í veikri stöðu og þetta með próstengi og þessi populistar þeir gera út á þetta að etja saman fólki
en ekki svo það ráðist ekki á sig. Og bara þetta einfalda dæmi þegar einhverjir eldri borgarar eru ósáttir með kjör sín og halda það virkilega að því að einhver innflytjandi fái þá tannlæknaþjónustu að rifin úr honum tönnin frekar en gert við hana því að það er eina tannlæknaþjónustu sem að hælisleitandi fær, að þá sé verið að taka frá þeim eitthvað. Og ég sagði einhvern tímann við og hef notað það nokkru sinnum í þessu ömurlega kommentakerfi sem á rafvæðarmiðlum, sagði við einhverja manneskjuna, já, og þessi manneskja sem að reykja nú landi í gær, hvað hækkuði ellilífeyri þinn mikil fyrir vikil. Það var nefnilega ekki þannig, það er ekki þannig að það er einmanneskja fer úr kerfinu, þá hækkar ellilífeyri með því sjálfum sér, af því að hún var búin að stilla því þannig upp. Hún var hreinlega búin að stilla því upp og það bara myndi skipta máli fyrir ellilífeyri hennar hvort að þessi viðkomandi, einflytjandi fengi tannlæknaþjónustu eða hvað, að það myndi laga kjör hennar. Það er ekki þannig. Og því miður þá er svo sorglegt, og þetta lærði við Kristín Helgörl í gamla daga, ég lærði þetta sem að var í baráttumáli fyrir listamenn, að sætja eitthvað fjármagn til að búa til listir, þá var það algjörlega reglana við aldrei nokkuð tíma bentum á aðra listamannahópa eða aðra listgreinar og sögðum við viljum peningana þeirra. Við sögðum alltaf, við viljum líka svona, en ekki að við vildum peningana þeirra. Og það er svo mikilvægt að benda ekki á annað fólk og segja, ég ætla að fá peningana þeirra og sérstaklega í sömu stöðu og þú sjálfur. En ég held þessi, uppgangur öfgahyggju sé náttúrulega, þetta er mannkynssagan bara og þetta endurtekur sig svo oft í heiminum þegar tímarnir verða viðsjálfverðir, ef það eru styrjaldir, mikil hreyfing á fólki, það er að flýja og núna ýmist þetta er alveg rosaleg afneitun gagnvart loftslagsvandanum af því við bara sem mannkyn getum ekki horfst í augu við það og fyrir vikið þá er massinn svo til í að hlusta á bara partíkallana og bara vera inni á barnum á Titanic og fá sér bara eitt sjús þetta er það sem er svolítið að gerast og það er eitthvað svo gott að heyra einhvern segja við stöndum saman á móti þeim og sérst þegar það eru svona viðsjálfverði tímar, þið vitið. Þannig að mér finnst þetta að vera, ég er búin að skoða svolítið ílskuna strákar, ég sagði ykkur áðan. Mér finnst svo ótrúlegt að við lifum alveg brjálæðislega tíma þar sem það eru sturlu illmenni í lykilpóstum mjög víða. Það er bara Pútín í Rússlandi, það er vitleysingarnir í Bandaríkjunum, þeir eru víða, þessi brjálæðingar og meiri segja að því að ég hef nú gaman að ég fara til Bretlands og hef svona fylgst með pólitík þar og bara einhvern veginn líka kongafólkinu og svona og ég er bara með smá dellu fyrir því án þess að vera rojalisti og það stríðir svo gegn mínu skoðunum að þetta bara á ekki að vera til eitthvað svona vitleysa og þegar ég ætla þetta er menningarafkíminn sem gaman er stúdera. Og þegar ég ætla þetta með þetta sé svona auðvitað bara túristamaskinan þeirra, þannig þetta er bara þeirra Gullfoss Geysir, það er þetta fólk hérna í Buckingham og allt í fína með það, en svo er ég búin að vera að skoða alveg ótrúlega skemmtilega bók eða hræðilega sem heitir Entitled og við eigum ekki þetta orð á íslensku strákar, við eigum ekki orðið Entitled sem segir svolítið bakgrunnin okkar sem er svolítið fallegt, við eigum tilkall en það er samt ekki það sama að því þú ert fæddur inn í þú ert entitled, þá ertu bara fæddur inn í eitthvað og það er bara eitthvað guðlegt vald sem gefur þér að þú mátt allt. Þú fæddur inn til auðs og valda bara. Já, en við eigum ekki þetta eina orð sem er gott. En þessi bók er þetta mann sem heitir Andrew Loney og er sagfræðingur í Cambridge og hann skrifar ævisögu Andrésar Mountbatten sem er titlalausi kallinn, þarna annars sonur Elisabethar og hann skrifar þessa ævisögu hans í hans óþökk og inn í þetta sogast öll kongafjölskyldan og þetta er bara
þessi saga úrkynjunar og saga í raun og veru efsta lagsins, þess að 2% í veröldinni sem eigum meiga og inn í þetta þvælist Epstein, þetta skrimsli þarna fyrir vestan sem enda með að svipta sér lífi og Trump skjálfandi upp í Hvíta húsi og einhvern veginn og hann að byggja danssal. Nei, þetta eins og í dæmisögum Esops, allir sér nei, þetta rosaleg saga allt saman og við erum að lifa þetta og þetta í gangi og svo Putin hann á bak við tjöldin og hann að reka einhverja styrjöld þarna, það verið að myrða börn út í Gaza og þar forsætisráðherra Netanyahu sem vexamaður og tekið á móti með rauðum dregli á Vesturlöndum þar sem við eigum heima. Nei, það ekki hægt að skrifa hann skít, það ekki gaman að vera rithöfundur. En býttu, fyrst að tala með þetta. Skáldskapurinn verður ómerkilegur. Fyrir 13 árum, held ég að sé, þá skrifaði Eiríkur Örn Norðdahl bókina Ílsku. Mér fannst það svolítið merkilegt að hugsa til þetta bara rifjaðist upp fyrir mig núna því ég hef ekki lesið hana síðan þá. Ég las hana þegar hún kom út og hún fjallaði mitt þetta. Og hún ætti bara að vera jólagjöfin í ár sko. Hún ætti bara að fá ílsku jólagjöf og fara að stúdera og raunur hvernig þjóðfélagið því að þannig raunur að lýsa þessu sama þar. Já. Við getum alveg verið áfram mín vegna en svona við erum komin í klukkutíman. Þetta ágætt. Þetta alltaf kostur við þessa stöð hérna að þetta ekki línulega dagskrá. Nei. Hún að bæta aðeins inn í að því að Trump sko. Það var hvað þetta mikið mara sko í samfélaginu. Ég var í New York á seinni tímabili Trumps. Þá var það þannig að þegar maður fer erlendis í einhverjar ráðstefnur og eitthvað vinnudæmi þá fer maður náttúrulega hljóðfæraverslanir. Og við erum 4 stúdúskallar hana að stúdar einhver hljóðfæri. Náttúrulega. Og ég að kaupa einhverja strengi eitthvað og þá segir hann, þeir eru náttúrulega ég tala ekki eins og innfættur og þá segir afgreiðslumaður við mig, má ég geta hvað hann ert? Hann sagði já, ég segi já, hann sagði ertu norskur? Ég segi nei, ég íslenskur. Þá segir hann, já, það ekki þar sem klán sem borgarstjóri, sem forsætisráðherra? Og ég segi, nei, við erum með stand-up komedian sem ungnar þá, þessum árum. Og hann stendur sér vel en ég sagði þið eru með trúð sem fórst þetta og það var eins og ég hent bara eldspýtu í prúðugeymslu. Allir þessi prúðudrengir hana sem voru búin að diskutera við í hljóðfærum og strengi og hljóm og allt þetta bara umhverfist allt saman. Og þá kom í ljós sko, einn þarna, hann var sannur trumpisti en hafði góðan gítarsmegg. Annar við hliðina og kaus Trump að því að Trump var bestur af vestum. Einn studdi Clinton og einn var andesmaður hann. Og þetta bara þannig að leið og ég segi þetta með Trump í trúður, þá bara svona 10-15 minútur bara rifrildi hann í búðinni. Og hann margbyði með afsökun á þessu, ég segi bara þakka ekki kærlega fyrir það og tótti gaman að komast inn fyrir skinnið á amerískri stjórnmálamenningu. En þá sá maður hvað þessi kallar sem eru svona með þessi brjálæðislega völd, hvað þetta samt sem að vera ákala veikum grunni. Ég hugsaði þeir, sko, þeir sögðu fyrst við þig, eða bara sagt við þig, að þú væri með forsætisráðherra sem í trúður. Já. Og það kippti sér enginn upp við það. Nei. Að það væri sagt við þig. En svo þegar þú snýrið dæminu við til þeirra, þá þetta trilltist allt. Já, og svo var náttúrulega hann sagði við tölum yfirleitt ekki pólitík, sem ég var dálítið hissa á. Það var dálítið magnað. Þetta var bara nákvæmlega eins og bara að sitja rókalspytin í búðugeymslu. Hann náttúrulega komið niður í 38% í vinsældu núna, kallinn, og það heitt undir honum aðeins út af því að það óvennilega lítið? Hann fór niður í 33%. Nei, miðað við aðra forseta og frá því á þessi tími liðin frá kosning. Sko, þeim fannst að vera lítið, sko, ég var að hlusta á einhverja fréttaskýringu þetta að þetta þykir nú svona frekarslaft sko. Já, og hann að hrynja svolítið og þess vegna tekur hann þess að ákvörðun að birta þessi skjöl vegna þess að hann að fá sko alla sína mennin á þingi á móti sér, hann að fá repúblikanna á móti sér þegar alla að krefja hann þetta samt og opinberlega búa gagnrýnan af
öðrum republikáni, þannig að makahreyfingin líka farin aðeins að ókýrast gegn honum og jafnvel snúast gegn honum einhver leiti, þannig að hann varð að gera þetta. En svo náttúrulega í kjölfarið þá fer það staðið þetta þegar og ef að þessi skjöl verða birt, hann búinn að hóta að setja af stað rannsókn á Clinton og demókrötum í tengslu við hann Epstein, þannig að það mun fresta birtingu skjalana og þegar þau verða birt þá verður kannski búið túsa með svörtu yfir svolítið mikið. Þannig að báða deildirnar í bandaríska þinginu hafa samþykkt þetta. Já. Og það verður mikið eitt sem var á móti í fulltrúadeildinni. Já, en þess vegna hann búinn að lýsa yfir að hann ætla að skrifa og skrifaði undir í morgun samþykkti birtinguna, en í raun verið hefði þetta aldrei þurft að fara fyrir þingið. Hann hefði bara getað skrifað undir. Það hann sem að stoppar þetta fyrst, sko. Það er mjög áhugavert. Menn að blokka boltin út í horni, sko, í undan í flæmingi bara. En þetta ekki maður þínu skapi, frekar en klausturskallannir okkar. Nei, ég bara svo ofboðslega hlynnt frelsi, jafnrétti og bræðralagi að ég bara get ekki þetta fólk. Og ég var áhyggjur af þessum heimi í höndunum á svona fólki. Og systralagi ætla ég að segja líka. Þú varst að tala lobbyastana sem í Borgartúni 35 og 5 hæðum held ég. Já. Og hér kolluðu þetta oft bara B35. Þetta er Borgartúni. Já, það eru samtökin öll saman. Já, viðskiptaráð sem þykist vera ríkisstjórn. Svo ferðast þeir bara með stjórnmálamönnunum okkar heiminn og Jens Garðar var formaður samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eða LÍÚ gamla og varaformaður sambands atvinnulífsins og Guðrún var formaður samtakinnaðarins og varaformaður samtaka atvinnulífsins. Þetta er svo knúsað. Við erum svo fáum en fólk þarf að gera allt. Þetta er svolítið sterk rætur þarna. Þetta er svolítið svakalegt, sko. Þetta er efsta lagið. Við getum bara þusað. Þetta fólk ekki ríkisstjórn. Nú ætla ég bara að fara að slúta þessu. Takk okkur mikið vel fyrir komuna. Þetta er búið að vera kaffhúsaspjall. Kristín Helga, Árni Guðmundsson og Viðar Eggertsson. Og Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is